Já, það var á vika 4 og þetta svipar svolítið til viku 2 hjá okkur. Og þetta verður þó líklegast erfiðleikastigið meira svolítið það sem við erum að fara að vera í. Við ætlum að byrja aðeins að taka út fyrir sviga. Og að taka út fyrir sviga, það getur verið að hjálpa okkur að stytta, það getur verið að hjálpa okkur að gera alls konar. Þannig að þegar við tökum út fyrir sviga, þá getum við til dæmis séð að 5x plus 2, þetta það sama og 5x plus 10. Að taka út fyrir sviga bara að átta sig á að 5 sinnum x plus 5 sinnum 2 sviginn. Þetta sviginn. Að taka út fyrir sviga, það bara að bakka tilbaka. Við erum að vita að þetta sami hluturinn. Við getum bæði sagt að þetta sé 5 svigi x plus 2 eða 5x plus 10. Við verðum að átta okkur á að við getum farið svona tilbaka í rauninni. Og dæmi í bókinni að bara taktu 2 fyrir utan sviga, það stendur taktu 2 út fyrir sviga. Ef ég tek 2 fyrir utan sviga, þá það bara svona. Af því ég veit að 2 sinnum x 2x og 2 sinnum 2 4. Þetta var svarið. Ég þarf ekki að gera neitt annað en þetta. Og samlokareglan, við getum snúið henni við. Og ef við getum snúið henni við, þá getum við þátt að stæður. Sýni dæmið 5306 að x í öðru mínus 16. Munið, þetta alltaf þarna í mínusveldinu. Og hvað lærðum við? Við lærðum að þetta í rauninni bara x plus 4 x mínus 4. Af því að samlokareglan, hún segir okkur x sinnum x, 4 sinnum 4. Miðjan dettur út. Þriðji liðurinn dettur út. Þetta ætti að vera mjög straightforward. Aftur á móti ferningsreglan sem við förum í núna, hún aðeins erfiðari. En fyrst tökum eitt dæmi í 5311. Sko, sama með hér, af því að munið við lærðum að taka út fyrir sviga áðan. Og þegar við fáum til dæmis svona dæmi, þá getum við tekið út fyrir sviga. Við getum tekið þrist fyrir utan sviga. Og ef við erum búin að taka þristin út fyrir svigan, þá getum við snúið ferningsreglunni við á 1 minus 4x í öðru. Þá getur þetta orðið svona. Eða öfugt, plus mínus, skiljiði. En aftur á móti myndi það ekki ganga upp í þessu dæmi hérna. Það sé 5a í öðru plus 45. Þetta plústala sem þýðir að þá gengur samlokareglan ekki upp. En við getum tekið 5 fyrir utan sviga. Ef við tökum 5 fyrir utan sviga, þá verður þetta einhvern veginn svona, er það ekki? Ok. En af þetta plústala, þá getum við ekki nota samlokaregluna þarna. Þetta gengur ekki upp, þannig að þetta bara komið. Ég get ekki gert meira. Samlokareglan, hún verður að vera muniði með mínuslið. Annars gengur það ekki upp. Þegar við erum með þriggjarliða stæður, eins og þessi, þá getum við nota ferningsregluna, snúum henni við, og ég sé alveg að það myndi ganga upp. Ég get hugsað fyrst með mér, þetta getur verið x, og þetta getur verið 3. En gengur það upp?
Já, það gengur upp að því ég veit að þetta eru 2 svigar og þetta eru 2 svigar, þá er þetta 2 sinnum x sinnum 3. Af því að það er þristurinn, 3x, 3x, ég er með 2 svar, þetta eru 2 svigar. Þannig að þetta verður x plus 3 í öðru. Ég veit að þetta er 2 sinnum 3 sinnum x, að þetta eru 2 svigar. Og ég veit að 3 og 9 ganga upp í hvern annan, þess vegna gengur x plus 3 svigi í öðru. Þetta er bara smá svona hugs. Þið þurfum við að horfa á þetta og pæla, gengur þetta upp. Og núna erum við að detta í, þú veist, nú getur verið gott að vera að kunna alla margfölduna, töfluna og allt það. Það er að hjálpa okkur að sjá tenginguna hann á milli. Ræðar stæður, kvóti 2 margliða nefnist ræðstæða og það er þá eins og 5 af x minus 2 eða a plus b af a í öðru plus 2ab plus b í öðru. Þetta eru þessar ræðu stæður og við fórum aðeins í þetta í viku 2 og nú ætlum við að halda áfram með þetta af því að við erum að halda áfram að stytta, taka út fyrir sviga, sjá hvort við getum gert einhvað með þessar tölur. Byrjum á styttingunni 5401 og ég er með hérna dæmi 5x, 15x í öðru. Af því þetta er allt saman, þá get ég stytt með 5 og x. Þannig að þetta er það sama og x af 3x. Ég get stytt með x og 5. 1 af 3x. Síðan er ég með annað dæmi. Það getur verið einhvern veginn svona. X plus 1 í öðru. Hérna er ég hreinlega bara að stytta með x plus 1. Þetta var að plus. Hér er ég að stytta með x plus 1. Þannig að þetta verður 2 af x plus 1. Af því ég stytti með x plus 1, þá dettur x plus 1 út hinum megin, af því x plus 1 sinnum x plus 1 er í rauninu fyrir neðan. Styttingin. Fleiri dæmi. 6x minus 12 deilt í 6. Nú verðum við að þátta þetta. Nú tökum við 6 fyrir utan sviga. Því þá getum við hérna stytt 6-una. Og þá kemur út hérna x minus 2. Svo erum við með annað dæmi hérna. Seta í öðru minus 25 af 2 seta, gerum setur svona, plus 10. Þá þurfum við að þátta þetta, nota einhverjar reglur sem við þekkjum og eitthvað svona, að það ekki. Þá sé ég til dæmis að ég get búið til hérna seta plus 5, seta minus 5, þetta var samlokareglan, af, við getum tekið tvist fyrir utan sviga, seta plus 5. Hvað dettur út? Seta plus 5. Þannig að ég get sett þetta svona upp. Seta minus 5 af 2. Ég tók út fyrir sviga þess að ég var að þátta þetta og færa þetta til og þá gat ég stytt. Ég vona að ég þurfi ekki að fara mikið í margföldununa og deilinguna með ykkur af því þetta er í rauninni bara upprifjun. En 4 af 9 sinnum 3 af 2. Þetta er bara, við setjum upp á strik, 4 sinnum 3, 9 sinnum 2. Við getum stytt þetta strax. Þannig að þetta verður 2 sinnum 1, 3 sinnum 1 eða 2 þriðju. B, 3 14 deilt með 6 7.
Þetta er að sama og 3 sinnum 7 og 14 sinnum 6. Við getum stytt strax eða 1 á móti 1 á móti 2 á móti 2 eða hálfur. Nú koma inn bókstafir. X í öðru sinnum 9, af 9 sinnum 3 af x. Við getum sett þetta bara upp á strik, getum stytt þetta meira að segja. X sinnum 1, 3 sinnum 1 eða x af 3 komið. D. 3 y í öðru deilt í 6 af 4 er að sama og 3 sinnum 4 y í öðru sinnum 6. Getum stytt 1 sinni 1. Þetta er y, þetta er ekki 4. Svona, y sinnum 2. Ég er að flýta hana svo mikið. 1 á móti 2 y. Ok. Seinast er samlagningin og frádrátturinn. Og í 54-27 þá erum við hérna 1/9 plus 2/9. Þetta er að sama og 3/9. Við megum að því að samnafnarinn er svo sami. Þetta er A. B. 1 annar plus 2/5. Nú þurfum við aftur á móti að lengja brotið, þannig að þetta verður 5/10 plus 4/10 eða 9/10. C. 12 af x mínus 5x er að sama og 7 af x. En nú verður þetta smá tricky af því að það er 1 af y plus 2 af x, þá þarf ég að lengja með minnsta sameiginlega nefnara og finna að sameiginlega nefnara niðri er x y og lengi ég brotin. Þannig að þetta verður x af x y plus 2y x y eða x plus 2y af x y. Við lengdum nefnarann þarna, alveg eins og við vorum búin að læra. Þetta er vikan okkar.